Gaur, þú ekki orðinn svangur eða? Já, ég var að til eitthvað japanska mat eða eitthvað sko. Já, nei, ég orðið meira til í, eina þýska pilsur. Nei, ég fæ japanskt eitthvað sko. Býtu, ekki alþjóðlegt eldhús í gangi? Bara þarna? Kíkjum á það. Jæja, við erum mættir hérna á alþjóðlegt eldhús á bókasafninu Akureyri. Hreiðar, hvað ætlum við að gera hérna? Jú, við ætlum að skoða mat, skoða fólk, kynna mat og kynna fólk. Þau ekki bara henda okkur út í þetta? Jú, ekki bra. What kind of meal do we have here? We have like chicken. Yeah. This is like chicken and egg. We call it in Japanese oyakodon. We don't usually have like spicy ingredients. So like this, I use for sauce like soy sauce and sugar. This taste is like authentic Japanese taste. So that's why I brought this one. So this is really good. Yeah, I hope so. Og hvað finnst það svona? Það er alveg gott. Sauerkraut with sausages, and it's a German dish from Germany, and it's called Nürnberger sausages. So in Germany we like to call our sausages by a city. Very healthy. Thank you. Thank you. Hvað fær þetta á árnaskalanum? Þetta er bara svo hrásalegt nema gott. Wow. So auf Bayerland ist das Leberkäse mit Laugenbrötchen. Já. Du hafa ekki Íslands knappen fyrir svona. Á eftir að finna nafn á þetta. Já, finna nafn kannski. Og viltu smaka? Já, endilega. Ísland. So, Þetta blandast mjög, þetta virkar mjög saman svona. What kind of food do we have here? It's called Kaiserschmarrn. It's from south of Germany or Austria as well, and it's like pancakes but a bit fluffier, and you eat it with applesauce. Sounds really nice. Why did you bring like this type of food? Because it's easy to make and it's delicious. Sounds good. já. Yeah, sure. Mjög mikilvægt. Yeah, it's also really good. Það alltaf slá gegn hjá Ásnaði í dag. Já, beða bara meira þessu. Réttinir eru mjög fallegir. Já. Ótrúlega mismunandi réttir. Já. Þetta er aðeins verið plásslinn inni. Já, smá þröngt hérna. Smá þröngt. Það sýnir sér nú á fólki hérna. Þetta er mjög sterk mæting. So, what kind of food do you have here? We have. This is called sklanderásu. There's no translation for it really, but it's from rye bread, and it has mashed potatoes, butter, sour cream, and then carrots on top, and some little bit of sugar, cinnamon. This is like the most authentic Latvian food that I personally know. This is from the part of Latvia where my mother is from, so it was really fun to make and kind of carry on this tradition. So it's like the true taste of Latvia. Yeah, Okay. exactly. Sounds good. Og gott. Okay, what kind of food do we have here? We have empanadas. It's our traditional food in Venezuela. Quesillo, 3 milk, tequeños, and this our sauce. And now there is a World Cup about breakfast, and we are on top. So yes, we prefer empanada. En fáum við rosa smökkun í Ásna. Já. How do you like it? It's really good. It's like a full meal. Mjög góð. I like how much you have, like, you have so much on the table. Yes. Yeah, we have a lot, and now it's We are like this. We always when like some party or birthday, it's like always a lot of food. yes, it's part of our culture. Yes, having a lot of food. This must be a lot of work to like. Yes. Yes, Our it's a food lot. takes a long time. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, so what do we have here? This is sweet dessert made by coconut milk, egg, and sugar cane mixed together and steamed. So where is it from? Sri Lanka. Sri Lanka. This is a typical Sri Lankan dessert after lunch. So you can try it. Try.
Good. Thank you. So what do we have here? We have kutya. It is traditional Ukrainian dish that we serve for Christmas Eve. Yeah. Here, no meat, everything really simple. Yeah, so it's like berries and... Berries, it's not really traditional. Yeah. It's like modern version because in the old years we wasn't have a lot of berries, especially in winter time. So usually we could use dried berries. But here, of course, berries because I can. Why not? You're welcome to try it. Here some honey, wheat. It looks really good. Yeah, it looks really nice. So how do you like it? Good. Really breakfasty. Very nice. Thank you. Yeah, thank you. So what kind of food do we have here? We had a sambusa with the chicken, but it's finished. Yeah. And then this is a lamb with the onion and paprika. And this is also a rice. This is our culture. This is Somalian culture we cook for. Yeah. Also chili. Yeah. Oh, nice. Yeah, it's too hot. It's chili. Yeah, it's just a little bit, not too much. It's too hot. And No, you wait. eat with the food. Oh, sorry, Yeah, it's very spicy. Sorry, I misunderstood, sorry. Það er ennþá lifandi. Þetta er ekki sterkt. Það er ekki stert. Það er grillað samt. Þeir eru náttúrulega vanir að borða 10 svarta Doritos á dag, sko. Herru, ég er bara mjög svarta Doritos. Hvað eru við með hérna? Við erum með svona brauðkaka, svona bread pudding. Mamma Jena heitir á spænsku. Og þá verum við líka með kjúkling, svona stew með svona smá spicy. Hvaðan er þessi matur? Panama. Panama. Og er þetta eitthvað svona réttur sem... Já, þú veist, Panama er svo svona í miðju Ameríku, það er svo mikið af öllu, þú veist, með öll mat, kínverst, þetta er svo mikið, en þetta er svona meira og minna svona, mjög svona in general, þú veist, kynning hvernig er maturinn í Panama. Nei, viltu ekki smaka þetta? Jú. Fyrir að smaka það. I need to warn you, this is a little bit addictive. Addictive. Það er mjög gott, mjög gott. Mjög sætt, mjög kalið, með rúsi, það er bara Ég var að lýsa þig, hvort það með fyrir mig. Já, einmitt. Æja heiti ég og er frá Lettlandi upprunalega og ég er verkefnastjóri í Alþjóðlegt eldshús. Varst það búast þau svona mikið af fólki eða? Já, þetta er 8. skipti sem við erum með þetta viðburð, þannig að við erum vön að sjá hellinga fólki, þannig að við erum tilbúin að fá marga. Já, það er skemmtilegt hvað er með mikið fjölbreytni hérna, það er svo mikið af mismunandi mat og... Já, þetta er bara tækifæri að bara sýna hversu fjölbreytt í rauninni Akureyri er. Það búa langt síðan það bjó bara Íslendingar hér í bænum og það búa fólk frá mjög mörgum löndum og það er kannski ekki sýnilegt dagsdaglega. Og er þessi viðburður alltaf árlega eða? Það eru búin að oftast vera á 2 ára fresti. Það var samt viðburður í fyrra vor og svo ákváðum við að hafa annað viðburð núna. Þannig að við sjáum til hvort það verður viðburð eftir ár eða 2 ár eða. Við þá bara þökkum fyrir okkur og... Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir að halda þetta. Takk. Já, þá höfum við klárað að borða mat frá löndum. Ég held að einhver aðeins séu hérna. Já, alveg helmingurinn eða eitthvað kannski. Ég rætti ekki alveg. En við erum báðir frekar sattir. Það var margt af þessu bræðið gott, margt var mjög áhugavert líka. Og varst ekki sattur? Já, maður er eiginlega bara meira sattur sko. Bara takk fyrir okkur. Já, og góða nótt, svo líka rótt.